Snjókoma og ófærð settu svip sinn á kosningarnar í dag og verst var ástandið í Norðausturkjördæmi. Ekki þarf þó að fresta lokun kjörstaða. Góðan daginn, kjörstaðar opinn. Gjörðu svo vel. Kjörsókn á landinu hefur almennt verið góð og svipuð og í kosningunum fyrir 3 árum. Helmingur kjósenda í Reykjavík er búinn að greiða atkvæði. Hörð átök hafa staðið sýrlensku borgina Aleppo sem uppreisnarmenn virðast hafa náð völdum yfir. Rússar hafa gert loftárásir á borgina, þær fyrstu síðan 2016. 2 voru fluttir á slysadeild með þyrlu Landhelgisgæslunnar eftir að rúta með rúmlega 20 farþega valt á Fróðárheiði í dag. Fjöldahjálparstöð var opnuð í Ólafsvík. Það var sannkölluð jólastemming á jólamarkaðnum við Austurvöll sem var opnaður í dag. Jólasveinarnir Gilja Gaur og Glugga Geir og tröllið Tufti brugðu á leik og heilsuðu upp á unga sem aldna. Gott kvöld. Kjörsókn hefur verið með ágætum í dag en lengi var talið að veður gæti sett strik í reikninginn og komið í veg fyrir að fólk kæmist á kjörstað. Kjörstaðir voru opnaðir klukkan 9 í morgun og verða opnir til 10 í kvöld víðast hvar. Benedikt Sigurðsson, fréttamaður, þú hefur verið að fylgjast með veðrinu í dag. Stóð þetta tæpt einhvers staðar á landinu? Já, sko, manni heyrðist það nú svona þegar maður byrjaði að hringja strax í morgun bæði í Vegagerðina og Veðurstofuna að þetta gæti staðið nokkuð tæpt og það yrði ófærð. En það var ófærð í morgun víða á Austurlandi og Suðausturlandi. Það kyngdi niður hérna miklum snjó í nótt en eftir því sem leið á daginn þá léttist nú brúnin á flestum og virtist sem að flestir ætluðu að komast á sinn kjörfund og greiða atkvæði en það hafði líka verið spáð því hafði verið spáð að það kynni að draga aðeins upp svona seinnipartinn og með kvöldinu og maðurinn mér við hlið, hann veit nú meir það hvernig þessi kjördagur ætlar að enda. Einar, hvernig verður þetta í kvöld? Þú vorst að sýna mér hérna áðan á símanum þínum að það er orðið askoti hvasst fyrir austan. Já, þetta hefur gengið afskaplega vel í dag með samstillt átaki og samvinnu aðila við Vegagerðina. Það er ótrúlegt að skuli hafa verið hægt að halda öllu opnu þannig að séð sko. En veðrið hefur versnað núna seinnipartinn og við gerðum ráð fyrir því að það myndi hvessa og núna í þessum töluðu orðum að þá er komið stórhríð bara til dæmis á Egilsstöðum og það er mikill skafreiningur við svokallaðan heiðarenda á leiðinni yfir Jökuldal og í Jökuldal og upp á Möðrudalsöræfin og Vegagerðin reiknar með því að vegurinn hann lokist bara fljótlega þar. Á hinn bóginn þá er á Suðurfjörðunum að þar hefur líka hvesst og það er orðið ansi hvasst í kringum Hornafjörð. Þar er mikið lausamjöll frá því að snjóaði í nótt og í morgun og hún er farin að fara af stað, sérstaklega á Mýrum og í Suðursveit og síðan er það Mýrdalsandurinn í kvöld og það má alveg gera ráð fyrir því að það verði einhverjir örðuleikar á þessum slóðum einnig. Sem að tefja þá för með atkvæði á talningastæði? Já, allavega ættum við ekki að bíða lengi að drífa sig á stað. Ég veit ekki, það var nú talað að það ætti kannski að fljúga atkvæðum frá Egilsstöðum og yfir á Akureyri eins og að þá er nú ekkert flugveður sko frá Egilsstaðaflugvelli því að það er það blind. Akkurat, en við sjáum hverju framvindur þegar að líður á kvöldið en okkar maður á Austfjörðum, Rúnar Snær Reynisson hefur fylgst með gangi mála þar í dag. Já, takk fyrir það. Hér á Austurlandi má segja að þetta vonda veður sem spáð var hafi ekki mætt á svæðið, allavega ekki í dag, það er kannski komið núna en það var kannski verst veðrið í Neskaupstað meðan opinna fólkinu var að kjósa, þar var snjóbylur en fólk virtist komast á kjörstað og þökk sé Vegagerðinni og mokstursmönnum sem hófu mokstur eldsnemma í morgun. En hjá mér er Hlynur Jónsson, hann er formaður yfirkjörstjórnar í Múlaþingi. Hlynur, má segja að það hafi tekist að halda þennan kjörfund í dag? Já, ég myndi segja að þetta var allt saman gengið vonum framar. Okkur tókst að halda öllum kjörstöðum opnum. Kjörsókn hefur bara verið góð, er raunverulega á pari við það sem hún var í alþingiskosningum 2021 og þá eru ótalin öll utan kjörfundaratkvæðin sem eru auðvitað töluverður fjöldi núna, miklu fleiri heldur en voru þá, þannig að þetta stefnir bara í góðan dag hjá okkur. Björgunarsveitin var að labba hér inn með kjörkassan frá Borgarfirði eystri. Hjá okkur er Ingólfur Þórhallsson og Björgunarsveitin í Héraði. Hvernig gekk að fara yfir Vatnsskarð með kassan?
Við fórum bara á móti björgunarsveitinni Sveinunga sem kom yfir skarðið. Við mættust bara við Unaós. Það töluvert verra veður út á héraði, meiri vindur. En þetta var bara aðalega vond akstursskilyrði bara út af blindu. Ekkert mikið snjór á vegi eða neitt svoleiðis. Takk fyrir það. En þá eftir að koma fleiri kössum hingað í Egilsstaði, meðal annars frá Seyðisfirði og Fjarðabyggð, hvernig mun það ganga? Já, það er umverulega bara svipað plan og var frá Borgarfirði. Það eru björgunarsveitar menn tilbúnir að aðstoða okkur við að flytja þessu gögn og þeir eru bara í starthólunum. Veðurfræðingur segir að það séu vond skilyrði á Egilsstaðaflugvelli núna blind. Eru þið tilbúnir að telja atkvæði hér á Egilsstöðum? Já, við erum þetta tilbúin til þess, en ég held að það sé nú líklegra að þessi atkvæði fari norður á Akureyri og þá með flugi og það verður þá jafnvel bara beðið eftir því að veðrið skjáni með kvöldinu eða nóttinni. Takk fyrir það kærlega og við ætlum að fylgjast með því hvernig gangi að fljúga með atkvæðin til Akureyrar en segjum þetta gott hérna og skiptum til Akureyrar og þar er hún Amanda. Já, ég verði að valda áhorfundum vonbrigðum að ég er ekki Amanda. En við ætlum hins vegar að færa okkur yfir í norðvesturkjördæmi því að ferðir björgunarsveita þar með atkvæði á talningarstað í Borgarnesi hafa gengið vel. 3:00 í dag lagði björgunarsveitin Strandasól af stað með kjörgögn úr Árnesheppi. Vegagerðin sá til þess að þeir kæmust leiðar sinnar áleiðis til Hólmavíkur. Björgunarsveitin Dagrenning frá Hólmavík flytur atkvæðin áfram yfir Þröskulda. Ari Karlsson, formaður yfirkjörstjórnar í Norðvesturkjördæmi, gerir ráð fyrir að hægt verði að hefja talningu á tilskildum tíma og ljúka henni undir morgun ef ekki verði miklar tafir á flutningi kjörgagna. Ef ferðalagi björgunarsveitanna seinkar mikið verður gert hlé á talningu. Af því að þá erum við búin að keyra talningafólki það lengi að það er skynsamlegra að gera hlé ef það eru miklar tafir. Það er ekki fyrir sig eins og staðan er núna. Þannig að þetta hefur gengið kannski vonum framar þrátt fyrir gula viðvörun á þessum sem átti að taka gildi klukkan 3 var flýtt síðan í morgun. Það var spáð að það yrði dálítið hvasst á Þröskuldum og myndi hvessa. Ég talaði við Ísafjörð áðan, þar er stefnan að fara af stað klukkan 11. Þeir ætla reyndar að fara á 2 bílum og fara yfir Dynjandisheiði. Þannig að þeir fara ekki djúpið en þeir svona mátuða þannig að þeir gætu verið hjá okkur klukkan 4. Við erum hérna í Brekkuskóla og það er allt að gerast, það eru kjörkassar komnir inn og það fyrir alveg að fara að tína kjörseðlana upp úr og flokka þá. En hérna hjá mér er aðalmaðurinn í Norðausturkjördæmi, Gestur Jónsson, segðu mér, nú er búið að staðfesta það þurfa ekki að fresta kjörfundu. Var þetta svona niðurstaðan eftir að þið voru búin að rýna í stöðuna og veðurspána? Já, þetta var niðurstaðan. Við höfum samband við allar okkar kjördeildir hérna, þessar 45 kjördeildir og það var alls þar hægt að ljúka kjörfundi á tilskildum tíma, auglýstum tíma. Og það mitt kjörfundirnir eru eitt en svo er það að koma öllum gögnum á sinn stað sem í þessu tilfelli er hingað í þennan skóla. Hafið þið trú á að það muni í ganga allt saman smurt fyrir sig? Það sýnist mér ekki geta gengið svona einhvern tíma svona þegar líður á nóttina. Búast var í síðustu kössum kannski hingað svona 3-4 í nótt. Það er svolítið hæfingsfærð sem staður og þannig að það hægir á þessu svolítið. Og er það mikið seinna en þá venjulega? Já, venjulega höfum við að fá síðustu kassa kannski svona 2-3. Og hefði ekki verið hægt að bregðast við þessari stöðu og gera eitthvað hluta af þessu á Egilsstöðum? Það hefði verið hægt, sko, það samkvæmt lögum er það heimilt en það hefði skapað held ég fleiri vandamál heldur en lausnir. Því að hafa kjörskrána á einum stað og utan kjörfundin annar staðar, að það er mjög erfið og mikil vinna og hefði seinkað þessu öllu mjög mikil. En þá mitt kjörsókn hérna í þessu kjördæmi, hvernig er hún? Hún er bara með besta móti og mér er sagt að hún sé á svipuðum stað bara og í síðustu forsetakosningum og þá var 80% kjörsóknina. Maður veit svo sem ekki hvað gerist í kvöld, hvert að kjörsóknin dettur alveg niður en hún er yfir meðaltali. Þá bara höfum við ekki lengra að þakka þér kærlega fyrir og gangi ykkur vel í kvöld og nótt. Við segjum þessu lokið héðan frá Akureyri og sendum aftur yfir í Efstaleiti til þín Heiðar. Takk fyrir það, Amanda, á Akureyri, en Erla María Davíðsdóttir, fréttamaður í Ráðhúsi Reykjavíkur. Erla, hvernig hefur kjörsókn verið á landinu öllu og í Reykjavík?
Já, Heiðar, kjörsóknin hefur verið yfir meðalagi á landinu öllu en kjörstaðir voru opnaðir víðast hvar klukkan 9 í morgun og Sanna Magdalena Mörtudóttir, oddviti Sósíalistaflokksins, reið á vaðið og var mætt á slaginu 9 á kjörstað. Fyrst allra oddvita og einn af öðrum þá tíndust þeir á kjörstað og voru flestir búnir að kjósa í hádeginu. En hjá mér er Eva Helgadóttir, formaður kjörstjórnar í Reykjavík. Eva, segðu mér, hver er kjörsóknin í Reykjavík að svo stöddu? Já, hún er skiptist í norður og söður, þetta er í kringum 52-53% akkurat núna sem er svona nokkuð yfir það sem var á sama tíma í síðustu alþingiskosningum. Og hvernig hefur svona gengið hjá okkur í dag? Bara mjög vel, mjög vel. Við vitum að myndust mikla raðir á nokkrum kjörstöðum í Reykjavík. Kom eitthvað upp og þar var eitthvað atburður eða eitthvað sem gerðist? Nei, þetta er alveg vel þekkt og við byggjum kjörstjórnir að bara stoppa, anda, stemma af og þetta eru einhverjir örstuttur tími sem að kjósandi hefur þurft að bíða á Íslandi. Íslenski kjósendur eru góðu vanir. Og hvenær er svo von á fyrstu tölum hérna úr Reykjavík? Það er eiginlega kannski ekki alveg mitt að svara því, en svona almennt séð og þekkjandi það úr fyrirkosningum að það náttúrulega, og lögin segja að það má bara ekki byrja að telja atkvæði fyrir en eftir 10 og öllum kjörfundum lokar. Þannig að ég myndi svona skjóta á að upp úr miðnætti færa að koma tölur. Takk fyrir þetta, Eva, en kjörstaðir eru opnir til 10 í kvöld fyrir þá sem eiga eftir að smella kjörseðlum í kassana, en við látum þessu lokið hérna úr Ráðhúsinu í Reykjavík. Takk fyrir það, Erla María. Og við ætlum að fara aftur austur, því austfirðingar beittu ýmsum brögðum í dag til að komast á kjörstað. Færðin fyrir norðan var betri en áhorfðist og fólk streymdi að til að kjósa. Það má segja að framan á degi hafi snjókoman verið minni á Austurlandi en spáð var, en þó hefur snjóað talsvert hér í Neskaupstað. Hér er nú ófært í sömu götum eins og við sjáum hérna við Síldarvinnsluna, en verktakar keppast við að moka og halda vegum opnum. Ég er að rauðja heimkeyslur hjá bændum sveitinni. Og hvernig gengur? Það gengur mjög vel bara. Hvernig gengur þetta fyrir sig hjá ykkur í dag í þessari hríð? Bara sem vana gang. Það fór svona kannski aðeins seinna staði mennilega, en í rauninni samt bara samskonar kjörsókn og var í alþingiskosningum síðast. Hafið þið heyrt af einhverjum sem hafa lent í vandræðum með að komast á kjörstað? Nei, fólk gengur nú bara út úr sköflunum heima hjá sér og niður á næstu götu og eitthvað pikkar það upp. Þetta er ekkert vandamál. Hvernig gekk þér að komast á kjörstað? Já, það gekk nú bara nokkuð vel. Ég ákvað bara að labba. Það er ófært allt heim til mín og þannig að það var engin bíll tiltækur. Hvernig líst þér á færðinni í Neskaupstað? Þú velur þér faraskjóta við hæfi? Já, þetta er eins og þetta gerist best. Svona viljum við hafa þetta. Allavega við sem stundum þetta. Ekkert vandræði að komast á kjörstað ef maður á góða snjósleða? Nei, það er miklu skemmtilegra heldur en að fara á bíl allavega. Hér á Akureyri er kosið í verkmenntaskólanum og fólk streymir á kjörstað. Sumir búnir að gera upp hug sinn en aðrir ekki alveg. Þú búinn að leggja þitt atkvæði? Já, illu best álokki. Tekur yngri kynslóðina með þér í þetta verkefni? Já, hann hjálpaði mér. Eða þú veist, ef að kannski mátti það ekki, en hann gerði það samt. Já. Með því að vera sætur bara. Voruð þið búin að gera upp hug ykkar? Hvað ætlaðu að kjósa þegar þið komuð eða? Svona eiginlega, já. Ekki ég allavega. Það gerði það leiði og fættist. Og þegar þú komst hingað, varstu búin að gera upp hugðinn? Hvað ætlaðu að kjósa? Já, það var svona spurningum tvennt, sko. Réðist það að lokum bara inn í kjörklefa? Já, bara inn í kjörklefa. Og hvað er það sem svona, hvað gerist? Hvernig kemst maður á niðurstöðunni í kjörklefa? Veistu það er bara magatilfinning, eiginlega, einhvern veginn. Ég vunni tristinu og ég bara gefa það fyrstur. Og eru þið það spennt fyrir kvöldinu, ætlið að vaka fram eftir og fylgjast með úrslitunum og svona? Maður er eitthvað með augað á þessu allavega. Ég er alveg undir próf, þannig að ég hef ekki tíma í það. Og þá ætlum við að snúa okkur að öðrum fréttum. 2 farþegar voru fluttir á sjúkrahús með þyrlu Landhelgisgæslunnar eftir að rúta valt út af veginum yfir Fróðárheiði á Snæfellsnesi síðdegis í dag. 25 voru um borð í rútunni. Flughált var á heiðinni þegar slysið varð og nokkuð hvasst. Björgunarsveitir voru sendar á staðinn og fjölmennt lið lögreglu. Rauði krossinn í Ólafsvík opnaði fjöldahjálparstöð í íþróttahúsi bæjarins og þangað voru margir farþeganna fluttir með annarri rútu sem var send frá Hellisandi. Ekki er vitað um líðan þeirra sem slösuðust.
Uppreisnarmenn andsnúnir Assad Sýrlandsforseta hafa lagt undir sig Aleppo, næst stærstu borg Sýrlands. Rússneskar herflugvélar hafa gert loftárásir á borgina. Svipað leyti og samið var vopnahlé í suðurhluta Líbanon fyrir vikunni þá byrjuðu uppreisnarmenn að sækja fram í Idlib héraðinu í norðausturhluta Sýrlands. Þeir hafa nú lagt undir sig stór svæði í kringum Aleppo og allavega hluta borgarinnar. ضمن عملية ردع العدوان لقد تم تحرير هذه المناطق التي نحن الآن في صددها ميزاناز جدرايا كفر حلب الشيخ علي المناطق المجاورة التي كانت تتمركز فيها ميليشيا إيران وميليشيا أسد التي كانت تقصف المدنيين والآن الحمد لله بعد دحرهم عن هذه المناطق إن شاء الله ستعود المدنيين إلى قراهم سالمين غانمين بإذن الله عز وجل. نحن بوسط ساحة سعد الله الجابري بحلب تم تحرير معظم أحياء مدينة حلب 13 سنة أنا مهجر من مدينة حلب 13 سنة يلعن روحك يا حافظ. Það ekki mikið farið fyrir fréttum af borgarastríðinu í Sýrlandi að undanförnu. Síðan 2020 hefur brothætt vopnahlé verið í gildi í norðausturhluta Sýrlands. En átökin í Líbanon og á Gaza hafa haft sín áhrif. Stjórnvöld í Damaskus hafa viðurkennt að hersveitir þeirra hafi hörfað frá Aleppo. Rússneskar herflugvélar eru sagðar hafa gert loftárásir á sveitir uppreisnarmanna. Það í fyrsta sinn síðan 2016 að Rússar gera loftárásir í Sýrlandi. وبالنسبة للمدنيين والله ما في شيء عليكم طاول إن شاء الله خليكم لا حدا يروح من حلب خليكم بحلب آمنين إن شاء الله ببيوتكم نحن هون وأنتم أخوتنا نحن منكم وأنتم منا والله الحمد إن شاء الله سيتم تحرير باقي محافظة حلب بالكامل معريف حلب إن شاء الله تعالى. Lokasprettur endurbóta á Notre Dame frúarkirkjunni í París stendur nú yfir. 2 tíma heimsókn forsetahjóna Frakklands í kirkjuna í gær var sjónvarpað og var það í fyrsta sinn sem almenningur fær að sjá endurbæturnar. Kirkjan sem 800 ára gömul skemmdist mikið í eldsvoða 2019. Hún verður opnuð almenningi næstu helgi. Öllum þeim sem unnu að endurbótunum var boðið í kirkjuna í gær og sagði forsetinn þeim hafa tekist það sem margir töldu ógerlegt. Og það verður fylgst grannt með framvindu mála í beinni útsendingu í kosningavöku RÚV sem hefst í sjónvarpinu þegar klukkuna vantar korter í 10 í kvöld. Þar verða birtar nýjustu tölur leið og þær berast og rætt við frambjóðendur og aðra gesti. Fréttamenn RÚV verða á ferðinni fram á nótt til að greina frá helstu atburðum. Í sjónvarpssal mæta sérfræðingar og formenn flokka til að ræða stöðuna og nýjustu vendingar. Við erum með 12 líka eða beinar útsendingar út allt land og við erum sjálfsögðu líka með formenn kjörstjórna á línunni og þau ætla að segja okkur tölurnar leið að það berast sem við munum krifja leið að sjálfsögðu. Við viljum ekki bíða eftir þeim. Og svo bara, ætlum við að vera á vökunum og tala við formennina, þau koma hérna öll klukkan 1. Þannig að þetta verður bara stefnir í skemmtilegt kvöld. Og svo verða sérfræðingar hérna í settinu til að rýna í tölurnar vantarlega? Já, fullt af sérfræðingum, fullt af fólki. Við erum með Óla Boga eins og vantir. Svo fáum við gesti í sjónvarpssal og svo erum við með fréttamenn út allt sem ætla að tala við, kannski nýja þingmenn eftir nóttina. Kosningavaka útvarps hefst á Rás 2 klukkan 5:05 og þá verður fylgst vel með þróun mála á RÚV.is. Þar verður hægt að nálgast nýjustu tölur úr öllum kjördæmum, greiningar og tölfræði. Hvernig hefur undirbúningur gengið? Rosalega vel. Þetta er bara ótrúlega skemmtilegt ferli og við höfum auðvitað rekist á þessa veðurspá sem hefur sett strik í reikningin en samt ekki. Við bara höldum okkur strikið þangað til að við vitum meir. Vinsælasta gjöfin hjá börnunum samvera. Þetta segja bræðurnir Gilja Gaur og Gluggageir sem tóku forskot á sæluna og mættu til byggða til að heilsa upp á gesti og gangandi á jólamarkaðnum við Austurvöll sem var opnaður í dag. Það má með sanni segja að Austurvöllur sé komin í jólabúningin en við Pósthússtræti hefur litlum fagurlega skreyttum bjálkakofum verið komið fyrir þar sem hægt að festa kaup á ýmsum varningi, jólahandverki og góðgæti. Þegar fréttastofu bara garði var tröllið Tufti á ferð og heilsaði upp á stóra sem smáa. Þá mátti einnig sjá kunnuleg andlit bregða fyrir. Herru, þið eru svolítið snemma komin til byggða, ekki satt? Jú, en við erum bara svo ótrúlega spenntir, við vildum bara kíkja aðeins í bæinn. Þið eru mætt hérna á jólamarkaðinn, eru þið komin í svolítið jólastuð? Já. Ég held það bara. Við vorum í Laugardalnum í gær, í svona jólamarkaði, þá komst maður svona í virkilegt jólaskap. Já, bara búin að kjósa og nú er það bara jóla.
En jólastuð? Já, takk. Já, takk. Hvað er svona heitasta jólagjöfin hjá krökkunum í ár? Það er alltaf gaman að fá mandarínu og hvað er það að segja, iPad? Nei, iPad? Nei, ég held að gæti verið nýtt jólahjól eða kannski, alltaf, þú veist, kertaspil er alltaf ótrúlega auðvelt til að giska á en PlayStation 5 er alltaf dýrt og, ég held að við verum bara aðeins að fara tilbaka í hellin og ræða þetta. Þetta er bara að segja samvera, er það ekki alltaf vinsælt? Jú, samvera, það er gott svar þetta. Já, þessi. Þá skulum við líta til veðurs. Norðan og norðaustan hríðarveður á norðan og austanverðu landinu og gular viðvaranir í gildi. Dregur hægt úr vindi og úrkomu í kvöld og nótt. Síðast á Austfjörðum, norðan 5 til 10 metrar á sekúndu síðdegis á morgun og stöku él fyrir norðan en heldur hvassara suðaustan til fram á kvöld. Það kólnar í veðri. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fyrir nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttunum og það er hann Almar Ormarsson sem að færa okkur þær í kvöld. Íslenska kvennalandsliðið í handbolta er nokkuð bratt þrátt fyrir tap gegn Hollandi í gær. Liðið ætlar að ná sigri gegn Úkraínu á morgun. 12. umferð úrvalsdeildar karla í handbolta lauk í dag. Við fengum ótrúlegar lokamínútur í leikjum gærdagsins. Og dramatíkin var einnig allsráðandi í efstu deild karla í körfubolta. Þetta og fleira í íþróttum hér rétt á eftir. Þá skulum við renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Snjókoma og ófærð settu svip sinn á kosningarnar í dag og verst var ástandið í norðausturkjördæmi. Ekki þarf þó að fresta lokun kjörstaða. Kjörsókn á landinu hefur almennt verið góð og svipuð og í kosningunum fyrir 3 árum. Helmingur kjósenda í Reykjavík er búinn að greiða atkvæði. Hörð átök hafa staðið sýrlensku borgina Aleppo sem uppreisnarmenn virðast hafa náð völdum yfir. Rússar hafa gert loftárásir á borgina þær fyrstu síðan 2016. 2 voru fluttir á slysadeild með þyrlu Landhelgisgæslunnar eftir að rúta með rúmlega 20 farþega valt á Fróðárheiði í dag. Fjöldahjálparstöð var opnuð í Ólafsvík. Og það var sannkölluð jólastemming á jólamarkaðnum við Austurvöll sem var opnaður í dag. Jólasveinarnir Giljagur og Gluggageir og tröllið Tufti brugðu á leik og heilsuðu upp á unga sem aldna. Þessum fréttatíma er lokið. Kosningavaka RÚV hefst í sjónvarpi klukkan 21:45 og hún er táknmálstúlkuð á RÚV 2 og það verður líka kosningavaka í útvarpi á samtengdum rásum 1 og 2 eftir 10 fréttir útvarps og við verðum að sjálfsögðu líka með kosningavöku á RÚV.is á íslensku, ensku og pólsku sem og á samfélagsmiðlum. Við fylgjumst með þar til niðurstaðan liggur fyrir. Verið sæl og njótið kvöldsins. Á RÚV